hlusti kæru vinir, ég skal segja ykkur sögu, söguna strákinn sem margt var talað sögum allt hans bjástur og bras í gamlan daga. Bærinn hans hét Kattholt og var í Smálöndum. Úff, aldeilis þau óskuböll sem Emil kom af stað. Því Emil það var nafnið hans, já Emil hann hét að Ég heiti Hlynur Atli og ég leik Emil. Ég heiti Sóley Rún og ég að leika Ídu. Ég heiti Emil. Nei. Ég heiti Gunnar og leik Emil. Ég heiti Þórunn Obba og ég leik Ídu. Þegar við ákveðum að setja upp Emil í Kattholti og ákvörðun er tekin að hafa áheyrnarprufur, þá vil ég líka bara gera það almennilega. Og ég vil gera það þannig að hvert og einasta barn sem ákveður að setja hjarta sig á borðið og segja mér langar að taka þátt, fái athygli og við sjáum hvernig á einn einstakling. Áður en við byrjuðum og hittum alla, þá kannski vorum við ekki alveg búin að ákveða, heyrðu, við viljum að Emil sé svona og Ída sé svona. Því þá hefðu haft pröfuauglýsinguna miklu nákvæmari. Guð minn góður, á þessum 12 börnum og voru bara alveg svakalega mörg, mjög hæfileikarík. Og mér finnst svo mikilvægt líka að láta börn vita að þó þú fáir nei í áheyrnarprufum, þá er það ekki að því þú stóðst þig ekki vel og ekki að því þú ert ekki nógu góður. Það er bara svo margt annað sem spilar inn í. Og þetta varð niðurstaðan, þessi 4 börn. Og svo bara, þegar þú segir, ég veit, miklu betri og auðveldari aðferð til að... Ég hef náttúrulega búin að horfa á alla myndirnar. Ég held ég hafi ekki lesið bókina, kannski bara mamma mín las þetta stundum fyrir mig. Ef ég var spurður þá, já, en ég pældi aldrei í því eða svoleiðis. Engin bóklesin eða mynd eða neitt. Ída er litla systir Emils sem að á pappa sem að getur verið dálítið brjálaður út í Emil og mömmu sem að þykir ótrúlega vænt um þau. Samband Ídu og Emils er æðislegt og Emil er að kenna Ídu að vera prakkari. En í stað þess að standa kyrr, hleypur Lína af stað á eftir honum. Þetta er ekki alveg rétt, sko, þetta lítur aðeins öðruvísi út. Það var mjög fljótlega sem ég hugsaði bara, Tóta, þú valdir hárrétt. Þetta voru réttu krakkarnir. Þegar við byrjuðum að æfa, hugsaði ég, mér langaði að gera eitt svona sem er alveg nýtt. Að mér langaði að taka fyrsta hálftíman á hverjum æfingadegi í það að vinna sérstaklega með börnunum og vinna þá aðallega andlegum styrk. Þannig að við fórum alltaf í hugleiðslu á hverju mótni, ræddum hvernig okkur líði, er eitthvað sem við höfum áhyggjur af, sváfum við illa, er eitthvað sem okkur langar til að deila með hvort öðru. Þegar við komum svo yfir á stóra sviði, þá skilar það svo miklu. Það geta sungið, leikið, dansað, það kemur allt svo miklu betur þegar maður er með þennan góða grunn. Ég vissi ekki eitthvað nákvæmlega hvað leikhús væri. Lærði dálítið leikhús og fór á leikrit. Skemmtilegast við það er bara að fá að vera með og vera í kringum svona fullt af flottu fólki og fá að gera þessa hluti og þetta er bara rosalega gaman. Að þurfa að muna allan hann texta, þetta er, þú veist, fullt af setningum og orðum. Það þurfa að vera 2 Ídur út af því að það er auðveldara og það er skemmtilegra. Maður þarf að kunna að tala hátt og skýrt og hlusta og dansa og syngja. Ef að einn til dæmis yrði bara lasin, þá myndi hinn bara hoppa inn í sýninguna hennar í staðinn. Óninn minn er heitur. Já, það getur líka bara eða bara staðið upp. Kannski ég byrja með einni Ídunni á laugardegi og svo kannski á sunnudeginum, þá er hann með hinni Ídunni og svo næst er ég á sunnudegi með Ídunni sem hann var senast með. Þetta er bara svona alltaf til skiptis. Búm, 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 búm. Þetta kemur allt, en svo líka náttúrulega að muna öll þessi dansspor úr því að Emil gerir alveg, hann
á að dansa mikið. Cha, 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 let go run around, bam. I was first approached about this show last spring, and I hadn't heard of Emil, but I had heard of Pippi Longstocking, which is famous in the UK, but Emil isn't. Emil is a hero to me. He doesn't cause any trouble with malice. It's all done because he wants the best out of a situation, and they normally go wrong at the expense of his father. And again, and again, and again, and again. 1, 2, 3, 4. Musicals are traditionally very, very difficult. They're very easy to get wrong. You have to build character. You have to use subliminal messages and signposts within the piece to really get an understanding of the flow of a musical. They're not just a couple of songs tied together with a bit of dialogue. No, and keep saying the line quickly, so don't let the ball drop. We had to think very carefully about the order of the stories and how we set up the relationship between Emil and his father and his mother and his sister, and just set up that lovely warm family unit. And we didn't want it to become like a shout fest, a family shout fest of a boy just being constantly shouted and scolded and sent to the woodshed because he's been up to new tricks. It's much more than that. And the audience have to not realise that they're being lulled into this narrative. And I've done lots of brand new musicals before where they've failed because the setup of the characters and the setup of the story hasn't been quite right. Because what we do, we're all magicians in this business. We're all trying to create magic on a daily basis to transport people into a magic place. Musicals are brilliant at doing that, but they're terrible at doing that if they're not constructed properly. And this one's been constructed brilliantly. 1, 2, 3, and 4, 5 and 6 and 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Go! Já, börnin, þau eru bara yndisleg og það er alveg rosalega gaman að fylgjast með þessum krökkum sem er að fara að leika Emil og Ídu vera að vaksa viku frá viku og þau eru alveg að taka sér rosa stór hlutverk og þau eru eiginlega í öllum senum. Líi er að kenna þeim mjög erfið að dansa og þau eru að standa sig alveg brjálæðislega vel. Þannig að þau eru mikla fyrirmyndir fyrir okkur fullorðna fólkið í þessari sýningu, myndi ég segja. Ég heiti Sigurður Þór Óskarsson og ég leik Alfreð vinnumann. Þú og ég, Emil. Ester Talía Casey. Ég leik mömmans Emils, Ölmu. Ég er einhvern veginn alveg vissum að þið eftir að verða eitthvað mikið úr honum í dag. Eitthvað mikið? Ég heiti Sólveig Arnarsdóttir. Bæði leik ég bara svona hennar ýmsustu fínu frú. En svo leik ég ráðskonuna á fátækraheimilinu. Ég heiti Jóhann Sigurðarsson og leik lækninn. Hvað ert þú að gera þarna inni? Ég heiti Sólveig Guðmundsdóttir og ég leik Lækjarkotsfrúna, frú Petrellu og Guddubuddu. Geymir matinn í skál! Ásthildur Úa Sigurðardóttir og ég leik Línu vinnukonu. Sigrún Edda Björnsdóttir og ég leik Títuberja Mæju. Látt í framan. Látt í framan. Aron Már Ólafsson og ég leik Badda frá bæ, prófastinn og Spilakalla. Ég heiti Hjörtur Jóhann Jónsson. Ég er að leika Krákukotsbóndann. Svo leik ég bæjarstjóran og svo leik ég líka Æra Jokkum sem er afans Alfreðs. Rakel Ýr Stefánsdóttir. Ég er að leika hina ýmsu bæjarbúa. Árni Þór Lárusson og ég er að leika Erik Uppboðshaldara og síðan er að leika unga námsmann sem heitir Sven og síðan er að leika einn af fátæklingunum sem heitir Aula Nikulás. Ég heiti Þorsteinn Backmann og ég leik Anton Sveinsson. Pabbi minn, hann er dramatískur, þannig, já. Hann er mjög góður maður en hann er hræddur. Hann hræddur Emil, hann er fullur af kærleika en líka mjög hræddur. Þetta er ekki illa minn, sko, en hann er einhvern veginn pingu á móti mér einhvern veginn í sýningunni, en það er ekki illa minn. Við sem foreldrar, okkur finnst við kannski ekki vera að öskra á börnin okkar, en þau upplifa það þannig. Við höldum bara að við séum að gera rétt, en þetta rétt getur verið úrelt og gamaldags og handónýtt. Og það er bara gaman að sjá þetta dálítið frá heimi barnsins. Því hann er ekki alveg óþekktarormur,
Þótt að margir halda það þegar þið kannski horfa á myndina og lesa bókina. En hann það ekki, hann bara forvitinn og uppátækjasamur. Og líka bara hversu mikilvægt það að við setjum ekki þeim einhverja svona ofstífa reglur og við drepum ekki Það sem mér finnst skemmtilegast þegar hann hífir Ídu upp í fánastöng. Það líka mjög fyndið þegar hann dýfir höfðinu ofan í súpuskál. Hann festi tána hans pappa síns í músagildru. Hann hellir blóðbúðing yfir pappa sinn. Sko, eiginlega ekki hann, en það honum að kenna að það fer kartöflustappa yfir hann. Hann fer alltaf inn í þennan smíðakofa. Svona hunskastu hann inn og hugleitið allt þín skapastrygg, svo þú endurtekir þau ekki. Og það sem ég finnst það að pabbi myndi setja krakkuðun í smíðakofa. Það væri nú kannski ekkert alveg svona sniðugt. Sko, skammakrókaraðferðin auðvitað barnsins tíma. Hann langar svo mikið að gera hann að manni. Ég meina þetta var svona og það þótti nú ekkert eitthvað að því, þá bara fólk var bara sett í skammakrókinn. En hann vill aldrei hafa hann lengi og þetta er engin ílska. Það kærleikur á bakvið þetta allt. Og ég vona að það komi nú í gegn. Sko, kallið fræga náttúrulega þannig að þetta fer svona upp einhvern veginn tómbil. Í formun þetta einhvern veginn svona, þú veist, Emil! En svo tilfinningarnar, þær eru svo flóknar og svo mikið í þessu. En ég held að það sé blanda af kærleika, hræðslu og vonbrigðum. Þetta kemur nokkuð oft fyrir í verkinu. Að þá kemur bara Emil! Og þá var hann búinn að gera eitthvað af sér og pappinn hann vonsvikinn. Og þá heyrist gjarnan í mömmunni, fljótur út í kofa núna áður en pappinn í lurkina þinn. Þetta bara svona þekkt dæmi einhvern veginn á þessu heimili. Kattholti, alveg stórkostlegt. Þannig bara færri hreyfingar. Við vorum að vinna þetta með Hlyni líka áðan. Það bara, þú veist, þannig að allar hreyfingar sem þú gerir séu bara aðeins skýrari en færri. Þú býður eftir hljóðinu og svo bara lætur það hafa, já. Hei, á þriðjudaginn erum við tvö að fara í Keilu og Shaken Pizza. Heyrðu, ég var búin að panta í Keilu og Shaken Pizza fyrir okkur á þriðjudaginn. Það er ótrúlega flink, öll fjögur. Þau eru náttúrulega alveg ótrúlega, Og maður bara veltir því fyrir sér stundum hvaðan þessi orka kemur öll. Mér hefur nú bara fundist fyrir okkur fullorðna fólki. Við höfum nú stundum bara alveg mátt spýta í lófana. Þau standa hér á æfingum að læra þetta og gera þetta alveg svo að drekka vatn, Alltaf mættust í vinnuna. Fara svo bara heim og læra eða fara í skólan eða koma svo aftur bara eins og ekkert af í skorist, Ég held að það sé bara ágætt fyrir fullorðna fólki stundum að hafa þau og fá smá spark í rassinn. Mér finnst það alveg dásamlegt. Það bara búið að vera alveg brjálæðislega gaman hjá okkur í dag. Svo hefðu við líka blótsunnuna. Það náttúrulega... Svo verið bara að klára núna í dag síðasta söngnúmerið sem við áttum, svona stóra söngnúmerið sem við áttum eftir að búa til. Það bara alveg að vera tilbúið. Keep working until you get what you originally thought of, and then when you see it happen for the first time, you're like, yeah, I knew that would work, now it works. Vikan sem að líða búin að vera alveg hrikalega skemmtileg, en það líka þakklátt hún sé að klárast, af því næstu viku erum við að fara niður á svið.